Komið sæl, í þessu myndbandi ætla ég að segja ykkur aðeins frá Netflix. En Netflix er streymisveita á netinu þar sem að við getum streymt alls konar þáttum og kvikmyndum. Netflix kostar sem sagt 8 til 16 € á mánuði fyrir eftir í hvaða áskrift við erum og það getur oft verið ódýrara heldur en að kaupa sér sérstaka áskrift að sjónvarpsstöðvum eða öðru efni. Hér getum við líka horft á þetta alveg ótakmarkað og það eru mörg þúsundir mynda og þátta á Netflix. Þegar við opnum Netflix þá ýtum við á þetta rauða N hérna á svarta bakgrunninum og þá opnast þessi skjár. Við veljum hvaða aðgangur er okkar aðgangur og fáum hér upp fyrst og fremst stóra auglýsingu frá Netflix. Þetta er sem sagt sá þáttur sem að Netflix telur vera vinsælan í dag. Hér fyrir neðst á skjánum erum við með takka sem stendur á Home eða heimaskjárinn þar sem við erum núna, Downloads, þar sem við getum séð hvað þáttum eða myndum við höfum downloadað til þess að horfa á án þess að vera nettengt. En venjulega þarf maður alltaf að vera nettengdur á Netflix. More, þar sem við getum skipt aðgang og skrá okkur út. En við ætlum að skoða hérna Home. Ef við flettum aðeins niður, þá getum við séð að Netflix er búin að flokka ýmsa þætti í flokka fyrir okkur. Hérna er til dæmis það sem er vinsælast á Netflix, það sem að ég get haldið áfram að horfa á og margir fleiri flokkar. Ef við veljum okkur einhvern þátt til að horfa á, þá ýtum við á hann og fáum þennan skjá. Sjáum að hér efst er spilunartakki sem við getum ýtt á til að spila. Fyrir neðan það er síðan þáttinn sem við ætlum að horfa á og fyrir neðan eru allir þættirnir í seríunni, valminn til að skipta seríu og svo getum við einnig skoðað meira eins og þessi þáttur með því að ýta á More like this. En ef við ýtum hérna á spilunartakkann þá opnast þessi hérna skjár. Við getum séð að skjárinn okkar fyllist alveg út. Ef við smellum einu sinni á skjáinn þá birtist valmynd þar sem við getum til dæmis spólað tilbaka 10 sekúndur, spólað áfram 10 sekúndur og ýtt á pásu og spilað. Hér efst er síðan stika þar sem við getum valið hljóðstyrkinn okkar. Til vinstri getum við valið birtustigi á skjánum. Hér niðri getum við ýtt á lock til að læsa skjánum svo við getum ekki sett á pásu. Til þess að taka það af þá ýtum við einfaldlega aftur á merkið og þá birtist valmyndin upp á nýtt. Episodes, þar sem við getum skoðað næstu þætti í seríunni og valið okkur. Audio and subtitles, þar sem við getum valið á hvaða tungumáli hljóðið er og textið líka. Oft er hljóð til á íslensku eða íslensku texti, en yfirleitt er líka danskur texti ef íslenskur er ekki í boði. Síðan er hérna next episode sem að myndi færa okkur í næsta þátt. Til þess að síðan fara tilbaka úr þættinum þá ýtum við á X-ið hérna efst í hægra horninu og förum þá úr þættinum og ef við ýtum aftur á X-ið hérna þá förum við alveg á heimaskjánum. Hér efst á heimaskjánum getum við séð að við getum valið TV shows eða þætti og movies eða myndir. Ef við veljum myndir núna, þá getum við séð að það koma bara upp kvikmyndir en ekki þættir. Og þegar við veljum okkur kvikmynd, þá
er valmyndin eins nema hér fyrir neðan vantar næstu þætti. Ef við spilum kvikmynd þá getum við séð að valmyndin er nánast alveg eins þegar við smellum á skjáinn, nema hér neðst er ekki val hvaða þætti við erum að skoða eða að fara í næsta þátt, heldur einungis lock og audio and subtitles. Endilega fáið ykkur áskrift á Netflix. Prufu áskrift er frí í 30 daga og þið gætið kannski haft gaman af því.